Darter stundaði miklu kappi og pílukast og við höfum átt núna 2 ár í röð Íslandsmeistara í pílukasti. Hann í Grindavík. Og lögreglumaður. Já, síðan stundar menn veiðar. Það var til skamms tíma minnskosti starfandi þarna veiðiklúbburinn Dauði laxinn. Menn eru í skotveiðum líka, andaveiðum eða gæsaveiðum og það ýmislegt sem að týnist til svona þegar maður fyrir að hugsa þetta. Jóhannes, þú átt að næsta lag sem við ætlum að spila, það lag með Dire Straits sem heitir Bróðir sinn Arm. Geturðu sagt okkur eitthvað af þessu lagi? Af hverju valdirðu þetta lag? Mér finnst þetta bara ágætis lag. Dire Straits sem ykkur fátum það fleiri segja. Fáum þetta lag á fóninn. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high, and though it didn't so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different worlds.
moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. In every line in your palm, we're fools to make war on our brothers in arms. Þú ert að hlusta á útvarp Suðurnes FM 91,0. Við fáum auglýsingar. Óskum Suðurnesjamönnum gleðilegra páska, verslunin Horni. Vilt þú fá frítt vídeótæki í nokkra daga? Það bíður eftir þér hjá Phoenix Video, Hringbraut 96, sími 14822. Sendum Suðurnesjamönnum óskir gleðilega páska, Verslunarbankinn í Keflavík. Stórkostlegt úrval geisladiska á aðeins 50 krónur á sólarhring. Allt frá Jerry Lee Lewis til Prefab Sprout. Phoenix Video, Hringbraut 96, sími 14822. Sendum Suðurnesjamönnum óskir gleðilega páska, Sparisjóðurinn Garði. Já, þetta voru auglýsingar í útvarpi Suðurnes. Nú, þú ert að hlusta á þátt Lögreglufélag Gullbringusýslu. Ég heiti Magnús Hlynur Hreiðarsson og ég er með góða gesti í heimsókn hjá mér. En það eru þau Rúnar Lúðvíksson, varaformaður Lögreglufélagsins, Jóhannes Jensson, rannsóknarlögreglumaður og Heiðrún Sigurðardóttir, lögreglukona. Nú, við vorum að tala aðeins íþróttir áðan innan lögreglunar og mér langaði að spyrja ykkur aðeins betur út í íþróttir. Rúnar, ef þú myndir svara því. Hafið unnið til einhverja verðlauna á íþróttasviðinu og hvernig er svona háttað hjá ykkur? Já, Magnús, mér langar kannski til að byrja á því að segja þér frá því að árið 1974 þegar ég byrjaði í lögreglunni í Keflavík, þá var ég nú ekki var við það að það væri neinar íþróttir stundaðar. En 1975 vorið að þá fengum við skyndilega boð það að koma inn til Hafnarfjarðar og keppa við lögregluna í Hafnarfirði í innanhúsfótbolta. Við vorum nú ungir menn hér í lögreglunni þá og þóttust nú aðeins í sigur vissir þegar við lögðum á stað til Hafnarfjarðar til að keppa við þá. Höfðum nú stundað fótbolta hérna sem strákar, flestir. En þegar við komum inn í íþróttahús í Hafnarfirði þá vorum við nánast alveg öruggir það við myndum busta þá, gjörsamlega busta þá. Vegna þess að okkur fannst þeir nú vera frekar fullorðnir og feitir, svona þynnir, hafnfirðingarnir. Nú þessi leikur hófst og hann endaði líka og endaði með hörmungum fyrir okkur. Þeir gjörsamlega tók okkur í gegn. Nú upp frá þessu að þá fórum við að huga því að fá æfingatíma í íþróttahúsinu í Njarðvík og þetta þróaðist þannig að við náðum okkur í tíma þar á laugardögum og síðan þótti okkur það ekki nægilegt og fengum síðan annan tíma
í íþróttahúsinu í Sandgerði þegar það var tekið í notkun. Þannig að við erum nánast upp frá þessu frá 1975 búin að æfa 2 í viku innanhús fótbolta. Já, því æfi sem sagt í hverju viku fótbolta? Já, 2 í viku. Og þessar æfingar hafa verið vel sóttar. Nú, upp frá þessu að þá kom til samskipta við lögreglumenn í Hafnarfirði og Keflavíkurflugvelli svo kallað árshátíðarmót. Við héldum sameiginlegar árshátíðir, lögregluna hér í Keflavík, Hafnarfirði og Keflavíkurflugvelli og héldum árshátíðarmót. Það var keppt bikar og sem var afhentur á þessum árshátíðum. Nú, ég man ekki annað en að við höfum alltaf unnið þennan bikar, ég man nú ekki betur. Nú síðan, eins og Jóhannes myndist á áðan, að þá komum til samskipti við Akureyrar lögreglumennina. Við fórum í heimsókn til þeirra og þeir síðan til okkar og þetta hefur gengið svona. Við förum annaðhvort ár norður og þeir koma hitt til okkar. Nú síðan hefur bæst inn í þetta, það eins og Heiðrún kom inn á, við höfum tekið upp pílukast, við eigum Íslandsmeistara í því. Við höfum tekið þátt í stærri hlutum, við höfum tekið þátt í að fylla svo kallað landslið lögreglumanna í knattspyrnu sem hefur farið út og keppt í Evrópumótum. Nú við höfum stutt dyggilega lögreglumenn sem hafa skipað landslið í handbolta og það er rétt að geta þess hér að þeir unnu Evróputitilinn í fyrra og koma til með að verja hann núna á þessu ári hér á Íslandi. Nú, fleira höfum við gert okkur til dundurs. Við höfum komið á hjá okkur hér hjá lögreglufélaginu á svo kölluðu afreksmóti sem að er þannig byggt upp að það er keppt í langstökki, spjótkasti, 400 metra hlaupi og 200 metra bringusundi. Og þetta er mót sem við höldum einu sinni ári og allir sem að sjá sér fært að mæta þeir taka þátt í þessu og hafa gaman af. Þetta var aðalega gert til þess. Þannig að þið stundu greinilega mikið íþróttum. Já, það er öflugt íþróttalíf hjá okkur. Gaman að heyra það. En Heiðrún, næsta spurning til þín. Kynjaskipting innan lögreglunar? Já, í okkar liði eru 3 lögreglukonur. Það heita allt karlmenn upp til hópa. Af hverju bara 3 lögreglukonur? Það er búið erfitt að svara. Ég hef oft hugsað þetta sjálf. Ég held að þetta er svona kallaríki eins og er á mörgum stöðum. Og þeir eru bara ekki orðnir vanir í að fá svona konur inn í liðið en þá, en það virðist nú vera mikill hugur í þeim. Maður hittir oft stelpur sem eru mikið að hugsa að koma og pröfa, langar til að pröfa. En ég held að þetta sé nú líka aldursmörkin í lögreglunni, þú ert að vera 20 til að fá að fara í lögregluna. Á þeim aldri eru einmitt margar stelpur að hugsa það að fara að eiga börn og þá er þetta náttúrulega ekki neina úrvalsvinna til að fara í. Og margar konar í fast samband, jafnvel með eiginmann og annað og ég held að eiginmenn séu almennt á móti að konurnar séu svona vinnu. Ég hef aldrei heyrt annað minnst okkur því. Finnur þú fyrir því hjá lögreglumönnum sem þú ert að umgangast á hverjum degi? Er þér eitthvað svona mótið að kona sé lögreglunni og finnst þér kannski astanvilt ef þú ert að keyra upp þér og þú er svona hörð og svona, finnst þér ekki eiga við eða hvernig er þetta? Eða er þetta gott samkomulag þarna á milli? Sko, samkomulagi hefur verið mjög gott en þetta er náttúrulega misjandi eins og menn eru margir. Sumum finnst það náttúrulega algjör fjarstæða að hafa kvenmenn þarna. En það hefur aldrei borið á því í vinnunni hérna. Maður hefur aldrei fengið að finna neitt sérstaklega fyrir því. Þessi oft meira í stríðni heldur en heitt. En ef við kíkjum á kannski lögregluna heild yfir landi, veistu það eru konur að sækja sig á í lögreglustarfinu eða er þetta svona kannski 1-2 konur kannski í lögreglu? Nei, ég held að það sé nú frekar að sækja sig á vegna þess að maður hefur nú heyrt út á landi, til dæmis er komin ein í Vestmannaeyjum veit ég, ein er á Akureyri, þannig að já, nokkrar eru í Reykjavík sem eru nýjar, þannig ég held að hljóta vera átta sig
og fara að sækja á. Nú, við skulum fá lag sem að þú valdir í þáttinn, en þetta er einmitt lagið Kona með Bubba Morthens. Fáum lagið Kona. Kannski ég enn á veiðum, jafnvel orðin sjálfbráð. Lokað hef ég öllum leiðum með regnbogan silfurþráð. Vorið fæddist til þess að deyja, gefa eitthvað nýtt. Ég heyrði vindinn við kornið segja, sumarið verður hlýtt. Viska þín var viska barnsins sem flestir að hafa mist. Þrungin speki öldungsins sem leit heiminn manna fyrst. Þú dansaðir á ljósinu með augun full af von, sem upp af sitt átt í Betlehem og dó í Babylon. Veistu ég sakna náttúruna með sinn eina sanna líf. Gleði fuglana í trjánum ljúfan þýtt. Ég leita þín í öllum þeim andlitum sem ég sé. Stundum býð ég stúlku heim sem veit ekki að ég er ég. Sá kraftur sem hjartað hafði mist. Ef þögnin gæti fært mig aftur á þann stað sem ég sá þig fyrst. Skuggarnir sofa á veginum úti, sporin eru þar enn, sem mörkuð og svörtu fjúki þarf að ganga senn. Trjóa átt í helenu fögru að æðin sinn. Hestsins augu störðu þráðar og eins og herritnir við eldana býð ég í minni trú. Játa því sem augun tryða, gæti verið þú. Viska þín var viska barnsins sem flestir hafa mist. Þrungin speki öldungsins sem leit heiminn manna fyrst. Og þú dansaðir á ljósinu með